www.veðurstofa.is. Já, gott kvöld. Það má segja að allt hafi verið að detta í dúnalogn, getum við sagt í dag eftir að veðrið byrjaði að ganga niður og sökudólgurinn lægðin hér norðaustur af landi var að fjarlægast. Þannig var orðið rólega þetta veður hér vestanlands nú þegar í morgun og vindur hefur einnig verið að ganga niður á austanverðu landinu og sljákkað mikið á úrkoman þegar liðið hefur daginn. En hvað var það hitafarið í dag? Þá fór hiti í tæpi 19 stig á Suðausturlandi, á Kirkjubæjarklaustri. Það var hæsti hiti dagsins. En við sjáum að það hæðarhryggur að teygja sig hér til landsins og það er svona tiltölulega hæg vestlæg átt sem að bíður okkar á morgun og á þriðjudaginn og í rauninni rólega þetta veður fram á fimmtudag hið minnsta. Og í þessari vestlægi átt þá færist nær okkur hér hlýtt loft. Við sjáum hérna svona síðustu köldu tungun að koma hér inn í fyrramálið. En það er nú svona tiltölulega hlýtt loft sem að verður hér í námundu við landi síðan næstu daga þar á eftir. Förum þá aðeins yfir í landshlutana og það er viðbúið að það verði svona tiltölulega bjart á suðvesturhorni landsins á morgun. En það mun þó gera einhverja skúri þá sérstaklega í innsveitum og til fjalla en ekki verður það nú mjög víðfangsmikið getur sagt í landsfjórðungnum. Ágætis veður, vindur hægur og væntanlega fá að sjá svona í innsveitum 16-17 stiga hita á morgun þó þessi nokkur gráðum svalara úti við ströndina. Og veðrið verður tiltölulega keimlíkt þá á norðvesturhorni landsins. Það er að segja, það er viðbúið að gera eitthvað smá skúrir í fjallendinu. Öðru leyti svona bjart veður víðast hvar og 10-15 stiga hiti. Svona misjafnt úr hvað átt vindur blæs getur verið sums staðar að hafgolan ná sér eilítið á strik. En á norðvesturhorninu verður svona heldur skýjara allan fram eftir degi og það getur verið að þétta sig í eitthvað úrkomu þá í fjallendinu fyrri hluta dags en væntanlega orðið alþurrt þá annað kvöld og jafnvel að sjáast þá víðar til sólar. Getur gert það fyrri hluta dags í innsveitum hér á Norðurlandi en síður þegar austar dregur. Hitinn út við ströndina er svo sem ekki íkja merkilegur, þetta 7-8 stig, en væntanlega fer nú svona aðeins að hækka hitinn hjá þeim núna á næstu dögum. Hvað varðar suðausturhornið, þá er svona skýjað að mestu þá austan Öræfa, en þegar vestar dregur þá verður bjart veður að mestu en líkt og suðvesturhorninu þá er viðbúið að það gerir skúrir þá seinni part dags. En lítum síðan aðeins á stöðuna þá á þriðjudaginn og það er ekki mikla breytingar í þessu eins og við sjáum hér áfram þessi hæga vestlæga eða breytilega átt gerir síðdegisskúrir í innsveitum og það sérstaklega til fjalla. Útlit fyrir að verða svona meira skýjað hér úti við vesturströndina heldur en á morgun. En að öðru leyti rólega þetta veður og hitafarið svona nokkuð svipað og sama og einnig þá við miðvikudaginn eins og við sjáum hér en það er þó svona að verða meiri norðaustlæga átt í þessu sem að þýðir að það verður skýjað á norðausturhorninu og getur væntanlega rignt þar eitthvað lítillega og einnig getur skúri hér í uppsveitum á Suðurlandi eða á Suðurlandinu en annars bjart veður á köflum. Og á fimmtudaginn er síðan að sjá að það verði komið svona eindregin norðaustanátt, jafnvel orðin gjóla hér norðvestan til á landinu. Rignir þá á norðausturhorninu, skúrir á suðaustur og Suðurlandi en bjart veður hér vestanlands og þar verður sennilega mildast þennan daginn. En lítum svo að lokum þá á veðrið í Evrópu og það er hæðarhryggur sem er að teygja sig hér til Bretlandseyja og orðið svona settlara veður getur við sagt í Vestur-Evrópu, síður í Austur-Evrópu, þar ýmist rigning eða skúrir og þá einnig við Skandinavíu. En hitinn víðast hvar vel yfir 20 stig og sums staðar er farin að skríða yfir 30 stigin.
En svona eftir þessa erfiðu helgi að þá lítur út fyrir að við fáum nokkra rólega daga og jafnvel bjartviðri á köflum og við skulum fagna því. Verið sæl.